Komiði sæl. Vinnuhólf er sérstaklega spennandi verkefni í heilsugátt sem mun nútímavæða yfirferð vinnulista, en það er jú mikilvægur hluti í okkar daglegu vinnurútínu. Vinnulistar sem læknir þarf að fara yfir í dag eru nokkrir, en þar eru yfirfarin til dæmis óstaðfestar nótur, rannsóknarniðurstöður og skilaboð. Á hverjum lista eru atriði sem þarf að opna í öðrum glugga til að skoða, smella á til að staðfesta og svo fara tilbaka aftur í vinnulistan, en þetta kostar fjölda músaklikka og margföldunaráhrifin fyrir langa vinnulista valda mikilli sóun. Ég sem vinn á bráðamóttöku get auðveldlega haft 30 til 40 atriði til að fara yfir eftir vaktina og þó ég sé sæmilega tölvuvanur tekur þetta 30 mínútur að fara yfir, eða 10 klukkstundir á mánuði. Við nýlega úttekt kom í ljós að sá læknir sem átti lengstan vinnulista hafði 946 ókláruð atriði á sínum lista og hjá öðrum fundust nótur allt frá árinu 2003, en það er árið sem Nemo kom út. Það er freistandi að kenna læknum trassaskap, en það tekur fókusinn af hinu raunverulega vandamáli sem er það hversu hægvirkt er að vinna með vinnulistana. Það er fullkomlega eðlilegt fyrir stétt sem starfar þegar við mikið álag að gefast á endanum upp á því að fara yfir vinnulista þar sem tíminn fer mestmegnis í það að opna og loka gluggum á tölvunni. Vegna þessa safnast upp mikill fjöldi óklárara verka eins og læknabréf sem ekki send fyrir mörgum mánuðum eftir útskrift eða óyfirfarnar rannsóknarniðurstöður sem tínast í svarthólið. Engin leið er að greina fjölda alvarlegra atvika vegna þessa en reglulega rata þau í fjölmiðla og endurspegla þannig alvarleika vandans. Hér kristallast annar meiriháttar galli á núverandi vinnulistum, en þeir eru eins og áður segir svarthól, þar að segja atriði geta setið óstaðfest í mörg ár þar sem engin virkni eða flöggun á sér stað eftir því sem atriði eldast og færast aftur í listanum. Læknir sem fer í frí eða skiptir deild skilur því eftir sig óvaktaðan vinnulista. Í vinnuhólfi eru allir vinnulistar færðir saman í einn allsherjarlista þar sem atriði koma saman á einum stað. Hvert atriði er hægt að skoða strax í listanum og þegar það hefur verið afgreitt er það mest sem staðfest og fer af listanum. Allt þetta er gert í sama glugganum. Stundum þarf að huga að atriðum síðar, eins og hér þar sem lýst er hugsanlegri fyrirferð í lúnamynd og mælt með kontrollmynd 4 vikum síðar. Þá er atriði snúsað og hverfur þá af listanum en birtist aftur nákvæmlega 4 vikum seinna, þar sem læknir pantar nýja mynd. Þannig leysum við vandamál sem starfsfólk spítalans reynir daglega að leysa með hvers konar plástrunum eins og tossamiðum sem finnast svo í þvottahúsum spítalana eða tímabókunum til þess eins að fara yfir niðurstöður. Í dag opnum við vinnulista handahófskennt og athugum hvort þar sé eitthvað til að fara yfir eða ekki. Mun eðlilegra er að vinnuhólf láti notanda vita þegar eitthvað er til að fara yfir, en með íkonum efst í heilsugátt vitum við alltaf stöðu vinnulistans okkar og það auðveldar okkur að tæma hann jafnóðum. Eins og áður hefur komið fram vonumst við eftir snjallsíma appi fyrir heilsugátt, en það myndi útauka notkunarsvið heilsugáttar verulega, en einn helsti kostu þess væri þá að geta fylgst með rannsóknarniðurstöðum eða skilaboðum í símanum. Þannig gæti til dæmis húsvakt fengið strax tilkynningu áríðandi niðurstöð eins og hækka trópun í sjúkling sem er innliggjandi. Hér gæti það þó gerst að slík niðurstaða er send á húsvakt sem er upptekin, til dæmis í aðgerð og nær þá ekki að sinna erindinu og þá getur liðið langur tími þar til brugðist er við. Þessu öryggisgati lokum við með svoköllum closed loop samskiptum, en þau eru útfærð í vinnuhólfi með keðju viðtakanda. Slík keðja verður best útskýrð með dæmum. Læknir pantar tölvusneiðmynd á höfði og fær niðurstöðunni í vinnuhólfi sitt en nær ekki að sinna því á innan við 24 klukkutímum og fer þá niðurstöðan áfram á yfirlækni deildar. Sá nær ekki heldur að sinna niðurstöðunni á 24 klukkutímum og fer þá á sérstakan ritara lækningaforstjóra sem klárar erindið. Í næsta dæmi pantar læknir trópunín, en þar sem niðurstaðan er bráð dvelur hún bara 3 mínútur í vinnuhólfi læknis og fer því næst á forvakt hjartadeildar. Þar stoppar hún í 5 mínútur en fer svo strax á bakvakt hjartadeildar og ef sá sinnir henni ekki á 5 mínútum fer hún að lokum á skiptiborð sem getur hringt út niðurstöðuna á hefðbundinn hátt. Í þriðja dæmi sendi læknir Landspítalans tilvísun til heilsugæslunnar. Fyrsti heimilislæknir nær ekki að sinna erindinu tímanlega og þá tekur við kollegi á sömu stöð. Að lokum tekur við ritari sem er seinasti hlekkurinn í keðjunni og tryggir þannig örugga eftirfylgni á tilvísunum. Þegar starfsmaður veikist fyrir leyfi eða skiptur deild er þetta stilla vinnuhólf þannig að atriði þess eru áfram send sjálfvirkt á tiltekinn aðila.
Þannig eru rannsóknarniðurstöður og skilaboð í öruggum höndum á meðan starfsmaður er frá og þarf ekki að hafa áhyggjur af því að missa af og öryggi sjúklinga stórbætt. Það má vera ljóst að vinnuhól munu hafa mikil áhrif innan og utan Landspítala þar sem sjúklingaöryggi mun aukast verulega og ekki síður ánægja klínikera þar sem mikilli sóun í núverandi vinnufyrirkomulagi er eitt. Fyrir stjórnendur myndi bætast við hér mikilvægt gæðatól en til dæmis er hægt að fylgjast með í rauntíma niðurstöðum rannsókna og hvar þær eru að safnast upp eftir starfsmönnum eða deildum og þannig greina fljótt flöskuhálsa til að setja resursa þangað sem þeirra er þörf. Að lokum að nefna regluvél en hún er eins og viti sem allan sólarhringinn og hverja einustu mínútu vaktar öll gildi og skráningar fyrir sjúklinga spítalans. Þannig er hægt að finna afbrigðilegar niðurstöður langt fyrir en er gert í dag og viðeigandi vakt látin strax vita. Það getur verið til dæmis mikið lækkað natríum þar sem viðeigandi húsvakt er látin vita strax. Þá getur regluvél gegnum ICD-kóða þekkt mildislausa sjúklinga og sé strax þegar þeir koma inn á spítalann með hita en þá skiptir miklu máli að gefa sýklalyf sem allra fyrst til að lækka dánatíðni. Nýleg rannsókn erlendis sýndi að þegar slík einföld tæknilausn var innleidd á spítala lækkaði dánatíðni sepsis alltaf 43%. Slík niðurstaða væri forsíðufrétt af helstu blöðum ef væri að ræða nýtt lyf. Annað dæmi væri niðurstaða sýklaræktunar þar sem næmi passar ekki við upprunalega valið sýklalyf. Nú þar með lýkur kynningu minni á vinnuhólfi, en það er eins og svo mörg önnur verkefni í heilsugátt hluti af framtíðarsýn þar sem litla breytingar sem fer lítið fyrr munu hafa mikil áhrif út í heilbrigðiskerfið til að bæta þjónustu, auka öryggi og eyða sóun. Takk fyrir.